Í raun og veru hugsunin á bakvið skema að mæta þörfum barna sem að skólakerfið ekki að mæta. Það einnig hugsunin að mæta þörfum atvinnulífsins sem að skólakerfið heldur ekki að mæta. Þannig að skema eiginlega að sinna þessum tveimur grunnþörfum til þess að samfélag geti vaxið og dafnað á Íslandi og allan heim. Tækifæri sem að við sjáum með að hafa stofnað fyrirtæki að við getum aðstoðað Ísland við að vera leiðandi í tæknimenntun allan heim, ekki bara sem lítil þjóð ekki bara sem litla Ísland. Mesta áskorun við að vera frumkvöðull og fara af stað út í sprotafyrirtækjarekstur náttúrulega að synga saman heimili og fyrirtæki því að þetta 24/7 vinna, halda jákvæðni, halda drifkraftinum. Stærsta áskorun samt þegar uppi staðið í raun og veru mannaforráð. Starfsmannamál í vaxtarverkjum að það tekur alveg á að halda því dampi því þetta náttúrulega stór skref og stór breyting og við fórum á 1 mánuði úr 3 starfsmönnum í 7. Þannig að það tók alveg á að halda utan það og reksturinn og þróunarvinnu og allt á sama fleti. Í þessum starfskrefum þá búið að vera ótrúlega dýrmætt og mikilvægt fyrir mig að hafa gott bakland bæði í fjölskyldu og vini því að vera í raun og veru einn sem stofnandi og í þessum rekstri, það tekur á. Þannig að teymið sem að byggir upp í kringu sig alveg lykilþáttur og sem betur fer hef ég ótrúlega öflugt teymi í kringum í fyrirtækinu sem að taka í raun og veru að byggja upp veikleikana mína. Þannig að ég fái í raun og veru að blómstra sem mest á þeim sviðum sem að nýtast fyrirtækinu sem best. Það sem heldur svona drifkraftunum hjá mér, þó maður verði ótrúlega þreyttur og manni finnst maður vera að keyra á síðustu metrunum, að þá það að detta inn í kennslu. Að sjá bara brosi á krökkunum, sjá breytingarnar sem að aðferðafræðin okkar og fyrirtæki okkar að hafa á þessa krakka og þá sérstaklega krakkana sem með greiningar eins og ADHD, Asperger, einhverfu. Að sjá þessa einstaklinga í raun og veru fá að njóta sín í fyrsta skipti á ævinni, fá umbunarhrós fyrir sína styrkleika og það eitthvað sem ég tengi sterkt við því að það eitthvað sem að mig vantaði þegar ég var krakki og ég sá vera að stefna í með son minn þegar ég fór á stað með fyrirtæki. Í dag þá ég að fókusa á að byggja upp Recode fyrirtæki í Bandaríkjunum þar sem við með það markmið að byggja upp næstu kynslóðina sem mun breyta heiminum óháð tækni. Ástæðan fyrir að við fórum með fyrirtæki til Bandaríkjanna var út af því að ég hef alltaf haft háleit markmið og stóra hugsjón með það sem við að gera og ég vil ekki einskorða mig við íslenska markað heldur alþjóðamarkað. Ísland í raun og veru ekki stakk búið til þess að móta það umhverfi sem við þurfum á að halda til þess að ná að vaxa eins og við viljum vaxa. Þannig að því miður þá við höfuðstöðvarnar í Bandaríkjunum í dag en hefðu geta verið á Íslandi ef að umhverfi hefði verið ásættanlegt. Við komum til með að opna fyrsta Recode-setrið í Redmond núna í lok mars. Við komum til með að setja upp önnur 4 setur í Bandaríkjunum á þessu ári og 1 í byrjun næsta árs. Í framhaldinu því munum við setja upp svokallaða sérleyfissamninga eða franchise-samninga við aðila út í heimi. Þannig að þá við komin á góðan stökkpall að færa út boðskapinn allan heim. Þannig að Bandaríkin ekkert það sem við að einskorða okkur við. Bretland ekki eitthvað sem við að einskorða okkur við, heldur við bara að stefna á alþjóðavæðingu.